Svo að við erum búin að sem sagt að sjá hérna þessi fjögur heiti sem eru skilgreind í byrjun með ENT skilgreiningunni sem heiltölu og síðan sem sagt númerið analóg inngangur 0 á innganginum og síðan nafnið á innganginum analóg inngangur, pin hérna. Síðan hvernig eru útgangar skilgreindir, þá það hér. Hér erum við með pinna númer 8, það útgangur fyrir ljósdíóðu. Þetta hérna, þetta græna? Sjáu þið það? Hvort var 8, var það fyrir græna? Skoðum það hérna í myndinni. Hérna höfum við þetta, það hérna græna, hún fer á 9, rauða fer á 8. Rauð, ljósdíóða. Og hérna græn ljósdíóða. Og rauða ljósdíóðan, hún sem sagt kemur þegar hraðinn orðinn ákveðið hár og þetta svona viðvörunar ljós. Ef að græna ljósdíóðan inni, þá hraðinn í lagi. Og næsti útgangur pin mode output sem þá transistor pin og þessi hann fær hérna pinnanúmerið 3 og það gert svona integer transistor pin 3, það pin 3 fær nafnið sem transistor pin svo og síðan dregið saman hérna hvaða pinnanúmer eru útgangar, það pinni 3, 8 og 9. 3 fyrir útganginn til þess að opna og loka transistornum, 8 fyrir rauðljósdíóðuna og 9 fyrir grænljósdíóðuna. Og síðan spurt hérna í F-lið hvaða skipun skalar merkið frá stillimótstöðinni fyrir útganginn. Sem sagt að við erum með þessa skipun hérna til þess að senda út hérna output value frá 0 til 5 volt yfir frá hérna 0 til 1023 yfir í 0 til 255. Og það þá sensor value. Það bara að kópera þessa skipun sem þarna inn í kóðanum. Og hvernig þarf að breyta kóðan til þess að rauðljósi komið inn við tölgildið til dæmis 200 í sensor value og þá getum við breytt kóðan þannig að if sensor value meira eða jafnt og 200. Og svo koma bara heimildir hérna fyrir neðan. Og ætla ég bara rétt aðeins að fara yfir smá breytingar sem að ég gerði á myndinni og flestir hafa gert breytingarnar sem sagt voru gert þar í skematísku myndinni
sérstaklega þetta varðandi mótorinn að yfirleitt sem sagt þá díóðan, hún hliðtengt hérna yfir mótorinn til þess að verja transistorinn fyrir spanpúlsum frá mótornum. Og þá þessi díóða, hún kölluð straumskipti díóða eða flyback eða freewheel díóða til þess að verja sem sagt transistorinn fyrir púlsum frá spanálagi sem að mótorinn vissulega. Og þetta var hins vegar tengt öfugt á, það var í rauninni díóðan var milli emitter og kollektor á transistornum í myndinni. Sem sagt, þetta hér, þessi transistor hér sem við notum, hann og svo sem gefin upp í verkefninu, hann með 2 transistorum inn í sér sem að þýðir meiri straumögnun og samtenging á 2 transistorum svona inn í sama transistor kölluð Darlington tenging transistora. Þeim gefur okkur mikla straumögnun. Þannig að hann þarf lítinn straum inn, það tengt hérna 10 kΩ á mótstaða frá útganginum við þetta, en það líka hægt að tengja CMOS transistor við og ég ætla að sjá hvort að ég með eitthvað svipaða mynd hérna CMOS, hér CMOS tengdur og ég ætla að sjá hvort ég ekki með betri mynd af þessu, það hérna, kannski sjá þetta ekki, en það tengt inn á gate beint frá útganginum, en það til þess að tryggja að það verði 0 merki líka inn á hann, það 1 kΩ mótstaða tengt frá gate og niður í mínus. Og annars sérst inn í transistornum, þetta N gerð af MOSFET, að þá díóða sem að snýr hérna á móti, þannig að hún líka fyrir spanpúlsum. En svo þyrfti að vera líka díóða hér fyrir útganginn til þess að verja transistorinn fyrir spanpúlsum og svipað eins og þessi mynd sýnir hér. Sjáu betur þessa mynd hérna, þar díóðan, hún tengt hérna öfugt yfir spóluna, ef þetta væri spóla en ekki mótor, að þá til að verja transistorinn fyrir spanpúlsum. Og sá transistor sem ég með á brettinu heitir ERF 530 og hann tengist sem sagt þá niður í mínus með 1 kΩ mótstöð, það öðruvísi viðnám sem tengt við hann hérna. Það sennilega vegna þess að hérna 3 volta útbót, input hérna, en þetta rauninni útgangur til að stjórna transistornum. Það oft svolítið á reiki með hvað inngangur og útgangur, en þetta klárlega útgangur þegar að stjórna stýriskautinu eða geitinu. Og svipað með þetta hérna værum við með öðruvísi transistor, þetta bara bipolár transistor, en það sama, hérna díóð þess að verja transistorinn ef við með spólu. Kemur alltaf spanpúls svona frá spólu. Þannig að við þurfum að passa okkur á því að skemma ekki transistor eða sem sagt gate hérna, það í rauninni svo hátt inngangsviðnámi hérna að það í rauninni nægilegt til að verja Arduino brettið í sjálfu sér. Þannig að það í rauninni í lagi. Og hérna þá hægt líka að fá sérstakt tengibretti fyrir svona tengingu við mótor, en við notuðum bara transistor stakan. Svona, og þannig að þessi mynd hérna fyrir þennan það merktur þessi transistor hérna TEP 120 sem Darlington transistor. Og þið sjáið hérna að díóðan tengt frá mínus og yfir á kollektorinn líklega á transistorinn. En þegar við tengum þetta upp þá kom það í ljós að transistorinn var ekki rétt tengdur við mótorinn vegna þess að við getum fengið mismunandi skaut sem sagt frá fritzing forritinu
og þá þurfum við að passa okkur það að raða skautunum rétt upp, kannski að snúa transistornum og allavega til þess að skautin verði rétt. En hérna, ef að beisin lengst til vinstri þá gengur þetta upp og svo væri kollektorinn hérna í miðjunni og hann fer þá líka í mótorinn og emitterinn fer niður í mínus. Við sjáum það, emitterinn lengst til hægri og hann fer hérna með vír niður í mínus. Þannig að þá gengur þetta upp eins og við sáum þarna á myndinni áðan, þar sem að emitterinn hérna á bipólartransistor, hann tengist hérna niður í mínus og beisin fer með 10 kΩ mótstöðu inn á Arduino og hérna, kollektorinn tengist upp í mótorinn ef þetta væri mótor hérna í staðinn fyrir spólu í segulrófa. En ok, þá hérna vitum við þetta með tengingun á transistornum við mótor. Við þurfum alltaf að fara varlega þegar við með svona spanálag og Arduino. Við getum skemmt Arduino brettið. Og síðan var tengingin við ljósdíóðnar, það var allt í lagi. Og þannig að þetta var þá skematíska myndin, þannig komi henni aldrei fyrir smástund. Og hún kannski sést ekki vel í upptökunni, þannig að ég þarf kannski að stækka þetta svolítið vel upp og sjá hérna þá að varnardíóðan tengd yfir mótorinn, katóðan í plus, anóðan fyrir neðri enda mótorsins og þetta tengist í kollektorinn á transistornum, beisin fer í gegnum 10 kΩ mótstöðu frá digital pinna D3 hérna. Hér stendur PWM og þetta stendur fyrir Pulse Width Modulation. Þannig að það þessir hérna pinnar sem allir mögulegir fyrir Pulse Width mótorinn sem merktir PWM. Það D3, 5, 6, 9 og 10 og 11 sem allir fyrir. Svona geta við verið með svona útgang. En við getum þess vegna verið að stjórna hérna 6 mótorum frá einu Arduino bretti. Ok. Og stillimótstaðan þar sem við stillum óskildi á hraðan á mótornum í rauninni þá tengt hérna frá plus 5 voltum og niður í mínus. Og síðan frá miðjunni á stillimótstöðunni tengist inn á analog 0. Þetta inngangurinn. Ok, þá held ég að við séum búin að fara yfir 3C. Hvað var þetta? Hvað var G? G gate á hérna það þarf ekki að hugsa varðandi þessa mynd hérna því að þetta bipólartransistor með base, kollektor og emitter. Já, ég meina já. Spurningi. Já, ok. Þessi hérna síðasta, G-liður, já. Mistir af henni, allt í lagi. Það þarna, ef við þurfum að breyta kóðanum, þannig að rauðljósi komið við tölgildi 200. Já. Að þá getum við breytt þessari tölu. Það að hækka efri mörkin á því hvenær fáum rautt ljós þegar við hækkum hraðan á mótornum. Þá getum við breytt þessari tölu hér. Þá stoppa ég bara upptökuna, ég held að ég sé búin að fara í gegnum öll þessi atriði hér. Nema að ég ætla kannski að setja mótorinn í gang. Og þá heyriði suðið í
þessar pulsfeeder mótun. Þá, sko mótorinn er ekki farin í gang en það heyrist sem sagt suðið eða tónninn. Þetta er hátíðinni. Já, svona einhvers staðar í kringum 30 kHz held ég þarf bara sko að mæla það. Og núna fyrir mótorinn í gang og grænljósið er ennþá. Og þegar ég komið á það mikinn hraða að það er komið upp fyrir 160 eða 200 að þá kemur rauða ljósið inn. Svo lækka ég það og nú prófuðu þetta allir en ég slekka á upptökunni. Þetta er skrítið hljóð.